frið inn í þau hjörtu. Ég bið þinn frið inn í þá huga. Takk, Jesús, fyrir friðinn þinn. Takk, Jesús. Amen. Ég held að það sé einhver hérna sem er að fara að sofa betur. Þið til í að sofa betur, þið sem sofa illa? Guð ætlar að gefa ykkur nýjan frið og nýja drauma til þess að dreyma. Sem að þið vaknið ekki upp á nóttunni eða morgunin bara, þetta var vont. Heldur drauma sem þið vaknið upp á morgunin og hugsa, vá hvað ég er til í daginn. Vá hvað Guð er góður. Amen. Hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús. Yfir það sem óttinn lamar allt. Við hvern þann sem að byrðar ber og þunga. Hvað segjum við? Segjum Jesús. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Ég vil fá að nefna nafn Jesús. Yfir það sem óttinn lamar allt. Við hvern þann sem að byrðar ber og þunga. Segjum Jesús. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafni hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafni hans, Jesús.
Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini ég segi nafni hans. Jealous for me. He loves like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections. And oh,
ekki saman einu sinni enn. He loves us, oh how he loves us, oh how he loves us, oh how he loves. Hallelujah. Vá, fíli glókir. Erum ekki að rísa á fætur og skulum biðja Japan. Halleluja. Ég var upplifði rosa sterkt hérna á þegar ég var að labba í gegnum salina og það fólk bara rosa margir sem að berjast bara. Baráttu, en vitið þið það að við eigum árnaðamann á himnum sem að biður fyrir okkur alla daga. Við þurfum að sækja lausnina og við gerum það í gegnum bænina. Og ég upplifði sorg, rosalega sorg og við vitum náttúrulega öll líka hvað búið að gerast núna síðustu vikum og mánuðum. Tölum það að við þurfum að fara að hætta að halda þessar minningastundir. Við þurfum að setja fótinn niður og fara spýta í lófana og fara þrýsta á að sé tekið á þeim málum sem þarf að taka á. Og í kvöld þá langaði mér svo mikið að mér myndi að tala að það eru mjög margir hérna inni í kvöld sem að koma kannski svolítið tilbaka aftur, sem kannski verið í burtu. Við þekkjum það vel, alkohólistarnir, að detta í það eftir búin að vera edrú ykkur tíma og það erfitt að koma tilbaka. En mér langar að fara aðeins að sjá hvernig Guð sér þetta í kvöld með einni þekktustu frásögn úr Biblíunni hérna eftir. Við skulum byrja á að biðja og ég hvet ykkur þeir sem eru hér í dag og þeir sem eru að berjast við kvíða eða ótta og sorg, og ég upplifa óbúslega miklu sorg og við vitum hvað mörg okkar sem okkar innsta fólki sem í þessu starfi hafa gengið í gegnum upp og síkastið, og það svo mikið að við séum til staðar fyrir hvort annað, elskum hvort annað og höldum undan hvort annað. Bara Drottinn, við bara þakka þér fyrir náðin og miskunn, þakka þér fyrir að þú Drottinn hefur gefið okkur eilífa lífið, Drottinn. Faðir mig, við bara legg einn og sérkveit sem hér inni, Drottinn minn, í þínar hendur. Þú þekkjur okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Þú veist nákvæmlega hvað það sem við erum að berjast við, Drottinn. Og ég biðji Faðir minn að þú megi gefa þessum einstaklingum tækifæri hér í kvöld, Drottinn, þess að opna hjarta sitt og opna fyrir þér, þannig að þinn heilagi andi megi starfa í lífið þeirra. Megi koma, Drottinn, með óttaleyti þar sem óttinn koma með frið þar sem ófriður koma með líf þar sem dauði. Og ég biðji bara, Drottinn minn, þessu kvöld í kvöld, megi verða svona umbreytingakvöld fyrir fólk hér. Svo vil ég leggja alla í þínar hendur sem eru hér inni í dag, Drottinn, sem að berjast við sorg, nístandi sorg, Drottinn. Faðir minn, þú þekkir þessa kringustæður. Og ég biðji bara, Drottinn minn, að þú gefur þau fá bara hvíla í skuggavængja þinna, Drottinn, þar sem friður og elska þín umlíkur þessa einstaklinga, Drottinn. Við þökkum fyrir að þú alltaf til staðar fyrir okkur, að því þú elskar okkur svo mikið og við elskum þig, Drottinn. Megum við, Drottinn, bara í bæninu vera hreinskilin og tala út hjarta okkar, alveg eins og þú vilt tala út þitt hjarta, Drottinn, til okkar í gegnum orðið þitt. Og ég biðji bara, Drottinn, að við megum svona svolítið bara eins og gefast upp, Drottinn, og leyfa þér að koma og taka við, koma með lausnina, koma með lækninguna. Við biðjum líka, Drottinn, fyrir þeim sem að hafa verið að hugsa það að kannski bara sé best að hætta þessu og sleppa þessu lífi. Drottinn minn, komdu inn í þessa kringustæði, Drottinn minn. Leyfðu þeim að finna fyrir þér, Drottinn. Gefðu þeim vonina, Drottinn. Vonin í líf okkar, það sem vonleysi Drottinn. Bara blessa einn og sérkvæmt sem hér inni, Drottinn minn, í Jesú heilaga nafni. Við viljum biðja líka fyrir bænarefnum sem okkur hafa borist inn. Maggi okkar kvikmyndamaður sem bara, Drottinn, bara fullkomna lækningun í hans líf. Og þú megi, Drottinn, koma með þína læknandi hönd og snerta við hann og, Drottinn, þess að hann núna að horfa á, og við biðjum bara blessun yfir líf hans og þakklæti í Jesú nafni. Við heiðrum Magga okkar fyrir allt sem hann hefur gert, Drottinn, og allt sem hann að gera í Guðs ríkinu. Bara blessun og varðveislu. Svo biðja fyrir ungun dreng sem að þetta í neyslu núna, Drottinn, þú veist hver hann þú veist hvar hann
Og ég byrði bara að þú megi snerta við honum sem akkurat núna, Drottinn, gef honum að finna að þú ert með honum, leiða hann inn á rétta brautan í Jesú nafni. Svo byrði fyrir áfangaheimilunum okkar og öllum áfangaheimilunum í Íslandi, öllum sem eru það, Drottinn, takk fyrir friðinn, Drottinn sem þú ert að færa, og ég byrði bara, Drottinn, áframhaldandi, Drottinn, bara framstigi í lífi þeirra einstaklinga sem eru inn á áfangaheimilunum, taka skref fyrir skref, Drottinn, og þú leiði þau áfram í Jesú nafni. Amen. Svo gott að biðja. Það besta sem til er. Og ég var að tala við ykkur að á þessum tími sem við lifum á í dag og ég þreytist ekki að tala það af því mér finnst svo gott þegar ég tala hér í United að sé meira svona samtal heldur en predikun. Mér samtali miklu áhrifa meira fyrir okkar hóp. Þú veist að við þurfum að ræða saman, mér langar að segja svo margt sem að ykkur langar til að segja, en ég kannski erfitt með að segja. Eins og þennan hluta með kærleikann og elskuna, þetta starf er byggt á kærleika Guðs, að við séum til staðar fyrir hvort annað og við hjálpum hvort öðru. Og ég var að tala það eru margir sem eru kannski hérna inni núna, sem eru kannski komin tilbaka og eins og svona áhrifamesta frásögn sem ég hef heyrt og sem ég hef lesið og það boðskapurinn kærleika sem Guð ber til okkar og til fólks og þessi frásögn heitir 2 synir og ég ætla bara að lesa það. En sagði Jesús, maður nokkur átti 2 sonu, sá yngri þegar sagði við föður sinn, Faðir, láttu mig fá þann hluta eigna sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór í burtu í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömri lifnaði. En hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Og hefði hann fegin vilja segja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. Og í 17. versinu í þessu kafla segir en nú kom hann til sjálfs síns og sagði hve margir eru daglaunamenn föður míns sem hafa gnægð matar en ég að farast úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp, fór til föður síns. En þegar hann var langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi brjóstum og hljóp og féll hálsonum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við hann og við þjóna sína, komið fljótt með hennar bestu skikki og færið hann í. Dragði hring á höndans og skó á fæturunum sem merki að hann var ekki þjóðnöldurinn sonur. Sækið alíkálfun og slátrið, við skulum í eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Og tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Og þú veist, þetta ekki akkurat svona móttökurnar sem við viljum fá? Þetta akkurat móttökur sem Guð gefur inn í líf okkar. Að það sama hvað við höfum gert í líf okkar. Hann alltaf með opið faðminn til að taka við okkur. Það var þann ungur maður sem hafði í raun svona tekið pappa sinna lífi með því að biðja arfinn fyrirfram og sagðist vera að fara og vildi bara fá hann og fara í burtu. Og sem hann gerði, eyddi öllu í sukk og svínari og enda svo með því að allslaus og óskaði þess að fá að borða með svínunum. Þegar hann ákveður að snúa til síns heima aftur til pappa og móttökurnar voru akkurat svona sem að faðirinn gerði. Og spurningin alltaf fyrir mig hefur alltaf verið, þetta móttökurnar sem að ég gef fólki sem kemur tilbaka? Ég kirkjuna maður sem tek svona á móti fólki? Það var tekið svona á móti mér. Ég upplifði það svona af flestum. Ég get nú ekki sagt öllum, en flestum þegar ég kom tilbaka. Og það er þessi óskilyrðislausa fyrirgefning. Það þurfi ekki að vera eitthvað skilyrði fyrir fyrirgefningun. Guð hefur í Kristi fyrirgefið mér og við að fyrirgefa öðrum. Og þetta eru móttökurnar sem mér langar að fólk finni þegar það kemur hér. Sama hver þú ert, sama hvað þú ert búin að gera, sama hvað stað þú ert í dag, að þá viljum við bara umfaðma þig og elska þig nákvæmlega eins og þú ert. Svo skrifa ég hérna,
En eldri sonurinn, hann átti sem sagt soninn sem var búinn að vera heima. Eldri sonurinn hans var Akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsi, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði einn piltana og spurði hvað með var að vera. Hann svaraði, bróðinn er kominn og faðirinn hefur slátrað alikálfunum því hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínu, nú er ég búinn að þjóna þér öll þessu ár, hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling ef ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Faðirinn sagði við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð ég að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur og hann er fundinn. Og kannski er svo gott að skoða hvor bróður maðurinn er. Er ég faðirinn eða eldri bróðurinn? Og það er kannski sem að hefur loðað svolítið við okkur, að við dæmum fólk sem er að koma tilbaka. En máttu vita það að í þessu starfi hér þá áttu alltaf velkomin. Ef ég hefði alikálfana úti þá myndi ég slátra honum fyrir þig. Og því ég skrifaði þetta, þetta var svo mikið á hjarta mínu og búið að vera svolítið langa tíma. Og þó við höfum tilneyingu til þess að einblína aðalega á sonin sem var farin að heiman, upplýsi Jesú okkur snemmi í söguna að maðurinn hafði 2 synir. Að hunsa áherslan á seinni son er kannski að missa algjörlega aðalatriðið í sögunni. Flest okkar getum við séð líkindi í eigin lífi. Við hvort tveggja bræðrana við að líka okkur við. Og það er þessi dómur sem við erum. En megum við finna það að náð Guðs er í okkur einasta degi. Og náð Guðs er eitthvað sem hann gaf við mitt líf og fyrir þitt líf. Og það þurfum við að læra og sýna öðrum sem er að koma. Og það gerum við með því að elska fólk til lífs og elska lífið. Sama hvað hefur gerst. Ég hef oft sagt það í mínu starfi og þegar við höfum verið að reka þessi áfangaheimili að þá er oft fólk sem kemur þar inn og það gerir eitthvað að sér og jafnvel eyðileggur og stingur af frá öllu og borgar í eitt og svo kemur það einhverjum mánuði síðan og biður að fá pláss að nýju. Og þá einmitt reynir á akkurat þetta. Hvað ætla ég að gera í því? Og það er það að læra að taka af fólki með opnu hjarta, gefa öllum séns, leyfa náð Guðs sem að setja við þitt líf, fara inn í líf þessa einstaklings og hjálpa honum fætur. Það er oft tekið fólk nokkuð skipti að ná árangri að verða edrú. Við þekkjum það nú öll. Og ég hvet okkur öll til þess að vera ekki að dæma fólk, af því það er bara, það mun alltaf koma í baki á okkur. Alla tíð. Og þess vegna er svo mikið að við elskum fólk án skilyrða. Og það er magnað með þennan eldri bróður og þessi reiði sem var í honum gagnvart yngri bróður sínum, að því að stendur fyrst bara strax í byrjunum á kaflanum í sögunni sem ég las fyrir ykkur eða þessari frásögn, þá segir og skipti hann þá með þeim eigum sínum, sem segir okkur hvað? Að eldri sonurinn fekk nákvæmlega sama og yngri sonurinn. Og þessi krafa að pappans myndi ekki slátra alikálfunum fyrir hann og hann geti haldið veislu með vinum sínum, fjallar það allt mitt er þitt, sagði pappans. En hann skipti með þeim eigunum. Það stendur mjög skýrt í orðinu að hann skipti á milli þeirra. Og ég var ég ætla aðeins að lesa aðeins meira fyrir ykkur. Ég skrifaði þegar Jesús lýkur sögunni skilur hann eftir opna. Það er að segja við vitum ekki hvort hinn týndi sonur sem sneri heim lífi sem var rétt svar við náðinni sem hann hafði fengið frá föður sínum. Við vitum ekki það. Við vitum ekki hvort eldri sonur lét undan og tók þátt í tilefni endurkomu týnda bróður síns. Við höfum einfaldlega látið íhuga notkun sögunar í okkar eigin lífi. Og ég held að það sé það sem við þurfum að gera í öllu sem við erum að gera og sérstaklega á þessum tímum sem við lifum á í dag, þá er svo mikið að við getum tekið á móti fólki akkurat með þessu hugafari
ég skal vera til staðar fyrir þig. Ég elska þig, ég skal alltaf vera til staðar fyrir þig. Sama hvað við gert. Ég fengi skambissu í ennið, krakkar, ég alveg að tala. Það hefur verið ráðist á mig í starfinu og allt það. Og allir þessi hlutir, og ég verði einhvern veginn að læra að skilja þetta frá manneskjunni. Þennan bölvaða sjúkdóm sem við erum að berjast við. Og sjá hjarta fólks sem að kannski gerði þetta gegn þér. Og það gerði það út af því að það var undir áhrifum áfengis og lyfja. En við þurfum alltaf að vera tilbúin og hjálpa þessu fólki. Og að því það er mjög erfitt fyrir einstaklingu að koma tilbaka. Það er með samviskubit, það er uppfyllt af vonleysi, það finnst að hafa brotið alla brýra baki sér. En komið hingað. Við skulum hjálpa að byggja þessa brýra nýju. Það er sko ekki að mál. Að því við berum fyrirgefninga hjarta til fólks, alveg eins og Guð í Kristi fyrirgaf okkur og fyrirgaf mér allar mínar syndir og það sem ég er búin að gera að mér í mínu lífi. Og það er, þú veist, það er bara rosalega mikið. Ég bara man ekki þetta því ég hendi því í gleymskunnar haf. Það á að vera geymt það banna veiðar. Og við erum öll alltaf að vera með stöngin úti að ná í afbrotin okkar, ná í mistökin okkar og veiða þau upp að nýju. Og við þurfum að skilja eftir. Guð fyrirgaf okkur skilyrðislaust, hendi því í gleymskunnar haf. Ef það er gagnvart einhverjum einstaklingum sem að við höfum brotið á, þá gerum við upp við fólk. Svo framalega sem það særir engan. Það þekkjum nú úr sporunum. Og það er vinna sem við þurfum að gera. En það sem ég vil byggja upp í lífi fólks í dag er þessi von. Og þegar við erum að horfa upp á svo hrikalega hluti sem er að gerast í ungu fólkinu okkur í dag, sem við þekkjum nú öll í gegnum okkar starf hér, og ungt fólk sem er að taka líf sitt, fólk sem er að deyja út af neslunni, skilur, og þetta er svo ógeðslega mikið sorg og þetta er svo sárt og það er svo erfitt að horfa upp á einstaklinga, vini og hérna systkini í trúnni sem er að ganga gegnum þessa hluti. Á sama tíma látum þeim vera til þess að styrkja okkur, til þess að halda saman, skilur, og vera til stað fyrir fólk. Gleymum ekki þeim sem eru við hliðina á okkur. Við veitum ekki hvað fólk er að berjast við í sínu lífi. Við erum opin og tölum líf okkar, tölum það sem við höfum sjálf gengið í gegnum. Förum í þetta sameiginlegu velferðina sem er að hamra á hver einustu samkomu. Að þessi eining sem þarf að vera, og hún megi vera í líf okkar. Hún megi hjálpa okkur að ganga þessa leið. Að eiga Jesú Kristi í líf okkar, það besta sem til er. Það besta sem er gert fyrir mitt líf. Ég var sko dauður þegar ég hrópaði til hans. Þegar ég vaknaði nýju eftir upprusuna. Og ég er svo þakkláttur fyrir það. Það er svo gott. Það er gott að tala um Jesú Krist. Og ég skoraði það eftir í kvöld. Og átti ekki þess að lifandi trú á Jesú Krist. Þetta er svo einfalt. Þetta er svo óbóðslega einfalt. Þess vegna er svo flókið fyrir okkur. Biblían er mjög einföld, þess vegna er hún flókin. Af því við þurfum að snúa öllu við og gera hann svo flókna. Við þurfum alltaf að tína beinin úr plokknisnum og setja hann upp í okkur, staðan þess að íta þetta í hliðan eins og einn góður maður sagði, og borðaði hitt. Þú skilur ekkert allt, ég skil ekkert allt úr Biblíunni. Bara það er fullt af hlutum. En ég á lifandi trú. Og þessi lifandi trú er það að allt sem að gengur og kemur í fangi á mér í þessu lífi, þá treysti ég Guði fyrir lífið mun, algjörlega. Og ég veit að hann mun vel fyrir sjá. Megum við eignast þessa trú inn í líf okkar og í edrú göngunni, krakkar. Að eiga trú sem er algjör óhagganleg og við getum treyst Guði fyrir öllu í líf okkar. Öllu. En við þurfum að vera vakandi og það gerum við með því að vera að gera þetta saman. Við þurfum að vakandi fyrir óvinnum. Hann er alltaf að reyna að koma til þess að stela, slátra og eyða. Og hann hefur svo sannarlega orðið ágengt núna síðustu mánuðum, vikum og mánuðum og dögum. Og við verðum að setja niður fótingar. Við hefum öll einhverja vini, fólk sem er í kringum. Við hefum ættingja, foreldrar, börnin okkar sem er að berjast við þennan ógeðslega sjúkdóm sem að fíknin er. Og stundum bara þarf það ekki einu sinni til. Heldur bara fólk að berjast við vonleysi, algjört vonleysi. Það veit ekki hvaða leið á að fara. Lífið er orðið svo ruglað. Þetta er orðið svo trublað, þetta líf. Og það vantar, þú veist, af hverju getum við ekki bara farið niður á hana stað að finna sig elskaðan og geta elskað aðra. Og við erum að geta pæli í hinu, ég alveg að tala.
Þetta fjallar það að elska fólk og elska Guð. Númer 1, 2 og 3. Og hann þráir að koma inn í lífið. Hann þráir að fá að hjálpa þér. Þú sem ert að berjast núna með þessa sorg sem í hjartaðin í dag. Að Guð þráir að koma þarna inn. Þetta bara snertingans nóg til þess að gefa lækningu. Þú sem ert að berjast í kvíðan, ógeðislegu krumluna sem rífur í hérna. Ferð að sofa í fóstustellingu, þetta svo sárt. Getur ekki haft augun opin, getur ekki haft þau lokuð. Snýrðu þér til fram og tilbaka. Hver þekkir þetta ekki? Guð getur komið inn í þessa kringustæður og gefið fullkominn frið. Fullkominn frið. Og af hverju? Af því hann elskar þig, hann elskar þig, hann elskar þig og hann elskar þig. Þess vegna svo gott að elska hann. Og hérna eftir ætlum við að fyrirbæn og við erum með fyrirbýðendur hérna. Og ég hvet þig, ef þú ert hér í dag og ert á þessum stað, að þú ert að berjast við kvíðan, óttan, hræðslunni, vanmáttakendina, sjálfsvíshugsanir, fíkn. Þú ert kannski undir áhrifum í því núna. Vertu velkomin að koma hérna fram og við skulum biðja fyrir þér. Guð engin hlutur menn. Við verðum bara að láta af og leyfa Guði að vinna inn í líf okkar. Alveg eins og ég gerði og svo margir sem eru hér inni. Það að gefast upp fyrir honum og leyfa honum að koma og taka við. Það það sem við þurfum að gera. Það gott að koma hérna á mánudögum og hlusta á geggjaða lofgjöf. Það yndist þetta lofa Guð. Og þessi góða líðan sem þú finnur í hjartanu lofgjörðin þín til Drottins. Það sem þú ert að játa fram. Og hjartað þetta opnast. Og Guð kemst inn til þess að vinna það verk sem hann þráir að vinna í lífinu. Þú ert hérna í kvöld af ástæðu. Þegar þú stegst inn í þetta hús í kvöld, þá gastu Guði leyfi til þess að koma inn í lífið þitt. Snúa við þeim hlutin sem þú vilt átt að snúa við. Og við erum öll með ykkur hluti í okkur lífi. Við erum öll að berjast ykkur hluti í okkur lífi. En spurningin hvað þú ætlar að gera með þá. Ætlar að bera þá hér sem verður til þess að þungin kemur yfir, vonleysið, kvíðin, eða ætlar að taka því og varpa til Drottins. Filippibréfið segir það. Verið ekki hugsjúk. Við erum öll svo hugsjúk. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gerðu í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði. Allt sem þú ert að berjast við, allt sem þú óskaðir, allt sem þú þráir, þú lyftir því til Drottins. Og þá mun friður Guðs, sem æður í öllum skilningi, þetta friður sem við skiljum ekki einu sinni. Hann æður í öllum skilningi, hann mun varðveita hjartaðið og hugsanir þínar í Kristi Jesú. Þetta eru loforð sem við höfum. Hvers sem þið biðið í mínu nafni, það mun ég veit ykkur. Allt sem hann biður hann og biður í hans vilja, hans orði, eftir hans orði, að þá kemur hann inn í lífið. Við ekki að rísa á fætur og svona biðja hans, mér langar svo að við þjónum til hvers annars í kvöld. Við erum með fyrirbýðendur, biðum okkur að virða það, að við erum með fyrirbýðendur hérna í kvöld sem koma hérna og biðja fyrir ykkur. En mér langar fyrst á þetta, þá langar við að segja ykkur að til þess að þessi hluti geta verið að raungerast í lífiðinu, þá verður þú að taka móti Jesú Kristi inn í lífið. Ég segi það ofta að Guð treður sér ekki inn í þitt líf. Aldrei. Hann ekki heimild til þess og hann vill það ekki. Hann mun ekki tróða sér inn í lífið. Þú verður sjálfur eða sjálf að bjóða honum inn í lífið. Þetta rosalega einfalt mál. Og ég var ofta að hugsa þegar Jesús kom til jarðarinnar, þetta var svo óbúslega neyðarlegt allt eitthvað og ykkur kona ólétt og kallinn hafði ekkert verið að eiga við hana. Hún var alltaf ólétt og það var rosa erfiðleikar allt í gangi, bara hún alltaf kasólétt. Þá myndir að engillinn Nómberum segja honum að hún sé ólétt á heilugum anda og hún muni fæða Jesú. Og ég hugsaði, akkur er þetta svona erfitt, skilur. Svo gekk hann á jörðinni og labbaði og baði fyrir fólki og blindi fyrir ykkur sín og lamaðir gátu gengið. Allir þessi hluti sem voru að gerast í lífi hans, af hverju var þetta gert svona erfið? Og ég trúi því að
Guð gaf okkur í byrjunni, strax í byrjunni gaf hann okkur frjálsan vilja. Vilja til að hafna. Og það það sem að Adam og Eva gerðu. Þau notuðu viljan á rangan hátt, strax í byrjun, þegar syndin komin í heiminn. En allavega hann gaf okkur, eitt af svona höfuði sköpunar hinn frjálsi vilji sem við eigum í líf okkar. Jesús kemur á jörðina, hann hefði getað flogið hérna yfir og hætti að rífast, ég Guð, hætti bara og allir verið vinir. Það mun hann aldrei gera, það mun aldrei taka viljan af þér. Aldrei nokkuð tíman. Hann gaf okkur hann í byrjun, frjálsan vilja. Og við þurfum að nota hann sjálf. Og þessna kannski var það Jesús sagði þegar hann var búinn að lækna ekki segja henni frá. Alltaf var lækningin á sama hátt að menn eltu hann og trúðu að hann myndi geta læknað. Blindu menni, rufu þaki og letu menn síga niður. Alltaf var þetta gert fyrir trú, þeirra trú. Og það sami líf okkar. Við þurfum að bjóða Jesú Kristi inn í líf okkar. Það stendur í orðinu að þú játar með vörunum og trúir í hjartanu að Jesús sé drottinn, þá myndi hólpin verða. Örstutt bæn sem breyti lífið þínu úr dauða yfir í líf. Og þá fer að sjá hluti breytast í þínu lífi sem aldrei fyrr. Og það verður hægt að vera óþægilegt að segja Jesús. Þeir sem eiga ekki lífandi, þeir eru erfitt með að segja nafnið Jesús. Það svo óbóðslegu kraftur í því og styrkur. Þannig ekki fara hérna út í kvöld. Ef þú átt ekki lífandi trú á Jesú Kristi, ef þú ekki farið með þessa bæn, þá hvet ég þess að gera með okkur hér og eftir í fyrirbæninni. Þetta einfalt, þú engu að tapa, en þú allt að vinna. Allt. Ég lofa ykkur því. Þú horfum bara á einstaklingar sem í kringu þig, sem að ná árangri í göngunni sinni, að það fólk sem hefur tekið Jesú Kristi inn í líf sitt, treyst honum fyrir lífi sinu, látið hann komin í kringustæðinu lífi okkar til þess að hjálpa okkur, til þess að yfirstíga þá erfiðleika og annað sem við höfum varið í. Ég var á þeim stað þegar ég kom út að ég get aldrei bætt fyrir það sem ég hef gert. Ég mun aldrei eignast eðlilegt líf aftur.